Halló, nú ætla ég að sýna ykkur hvernig ég setja á mig augnhár. Ég ætla að sýna ykkur nokkrar gerðir af augnhárum og hvernig ég setja það á mig. Mér finnst alltaf best að vera búin að setja mig eyeliner og maskara áður en ég í rauninni enda alltaf á augnhárunum. Klára að farða mig, setja augnhárin síðast. Ef ég væri bara svona förðuð, þá væri það allt í lagi, skiljiði. Það sem ég meina er að með eyelinernum þá eru þið búin að búa til þessa svörtu línu upp fyrir augnhárin, þannig að ef augnhárin fara ekki alveg upp fyrir ykkar augnhár, að þá sést bilið á milli síður af því þið eru með þessa svörtu línu. Og líka ef þið eru með ljósa augnskugga eða ekki litmikla augnskugga, þá finnst mér líka alltaf, ég set alltaf eyeliner og einmitt upp á það að augnhárin, ef þið fara ekki alveg upp fyrir að það sjást ekki. Ef þið eru með rosa dökkan augnskugga þá þurfið þess ekki, af því þá sést það hvort þið er ekki. Ég ætla að byrja að setja á mig butterfly augnhárin, sem eru þessi hér. Þau eru náttúrulegust, þau eru venjulegust og styst, það er engin lengd í þeim, að þau þétta bara. Ég er búin að nota þessi einu sinni í vídeónu sem ég tók upp og var ekki fókus. Þessi augnhár eru mjög þægileg og langflest augnhárin frá Socialize eru svona. Sem sagt með glærubandi og mjög léttu og sveigjanlegu, sem er mjög gott að eiga við. Ég byrja alltaf að taka í þennan enda þegar ég er að taka augnhárin úr boxinu. Sem sagt þennan enda hér sem að fer ytri hjá mér. Af því að augnhárin þetta er að fara hér, þetta augnhár, þessi lengja er með styttri augnhár hér, þau eru það flest. Og við klippum sem sagt ekki af þessum enda, af því að þá eru augnhárin farin að lengjast hingað og þá eru orðnir meira pirrandi. Þannig að ef við þurfum að stytta þau, þá klippum við á þessum enda hér. Og flest augnhár eru höfð þannig löng að annarkvæmt passa þau á þau sem eru með stór augu, eða að þau, eða maður þurfi að klippa þess að þeim. Og á þennan enda. Ég var búin að máta þessi og þau passa akkurat á mig, þannig ég þarf ekkert að klippa þeim. Svo tek ég það alltaf með í miðjuna, með blokkara. Nota lími frá Socialize sem er latex free, sem er mjög þægilt fyrir marga sem eru með viðkvæm augu og ofnæmi. Sett bara eina rönd af líminu nema að ég sett smá stærri punkt á sitthvorn endan, af því að þar oftast eru þau að losna eða festast illa. Það þarf í rauninni ekki að láta þau þarna, en mér finnst það samt pínu betra upp á að á meðan á límið er alveg blautt, og þá finnst mér svona pínu óþægilegra að eiga við það, þú veist, það sleppir frekar frá manni einhvern veginn og ef það er mikið blautt þá lekur það út allt og getur fest saman á manni augun. Afsakið. Halló Erla. Svo finnst mér best, ég held í miðjuna, ég set á mitt augnlokið og laga svo endana. Þá bara hittum við akkurat á hvar augnhárin eiga að vera, og ef ekki, þá bara tökum við það af og byrjum upp á nýtt. Svo tek ég bara sníi blokkarinu við og íti alltaf svona aðeins á röndina. Til þess að fari svo ég íti henni pottið niður. Svo þarna límið glært, þannig að við leyfum því bara að bíða. Og þið sjáu það að þau eru eiginlega alveg jafn löng á mín, en þau gera mín bara svo miklu þéttari. Þannig að þau eru alveg gorgeous. Næstu augnhár sem ég ætla að taka eru Peekaboo, sem eru hálf. Og þau þarf ekkert að klippa til. Svo það má taka öll augnhár, klippa þau í tvennt og nota endana á endana. Sniðugt. En þessi hálfu eru ótrúlega þægileg og ég er sérstaklega hrifin af þessum Peekaboo, af því þau eru svolítið löngu endan, en ekki of, finnst mér, kannski fyrir þá sem eru með rosalega stutt augnhár. En, ég ætla að sýna ykkur hvað ég er að meina. Eins með límið og þetta fer bara á endan. Þá er ég bara miðað við að endin fara á endan. Nú skiljiði mig alveg. Alveg svoleiðis. Ég er með útskýringar á tæru.
Svona, og ástæðan fyrir því að ég vil vera búin að maskara mig að þá bara falla augnhárin mín betur inn í hinn og ég get svona klest þau saman ef mér finnst þau vera eitthvað ekki að gera neitt, að gera góða hluti. Og eins með þessa, þú veist, ef ég væri ekki búin að maskara, þú veist, þá myndi mín ekki sjást hérna og ég eiginlega ekkert að maskara gervi augnhárin af því þau koma í sérstöku formi og maskarinn getur oft eyðilagt það form. Þannig að ég vil helst ekki setja maskara á gervi augnhárin. Það má, ef ykkur finnst það betra þá gerir það bara, mér finnst það ekki og við bara, that's that, þú veist, það má allt í þessu. Ég íti líka hér og svona, svo finnst mér líka ef manni finnst augnhárin vera of þung að þá íti ég stundu bara svona á þau, þeir eru orðin þurr. Ef manni finnst þau vera eitthvað of mikið svona. En það var nú einn kennari út í Delamar hérna skólanum mínum út í London sem að kenda okkur og vætum að þegar við værum að setja okkur augnhárin þá ættum við að koma inn eins og flugvél en ekki eins og þyrla. Skiljiði mig. Þegar maður kemur með augnhárin þá maður eins og maður lendir þeim svona eins og flugvél að lenda svona. En þyrlur lenda svona og ef maður setur augnhárin svona þá verður það svolítið þung. Þetta náttúrulega snilda lýsing, ég veit ekki af hverju ég byrjaði ekki á að segja ykkur þetta. Heyrðu, ok, nú er ég búin að sýna ykkur tvennskonar. Nú ætla ég að sýna ykkur aðeins öðru augnhár sem eru ravishing og þau eru með þykkra bandi en þetta glæra þægilega band sem er að sýna ykkur sem langflestir ráða við. Þetta band er orðið þykkra af því að augnhárin hér eru orðin í rauninni þéttari og fleiri. Þetta er eiginlega tvöfalt af augnhárum. Það er þessi löngu og svo þessi aðeins styttri. Þetta er eiginlega eins og tvö samansett eða eitthvað. Og Siren augnhárin sem ég nota langmest, þau eru svona með þéttara bandi og það er erfiðara að eiga við það og þau koma líka bara, þau eru bara svona og þú veist maður þarf pínu að þú veist, fikta í þeim og mýkja þau aðeins upp. Ég hitti Þórunni Ívars bloggarum daginn, hún keypti þess að Siren augnhárin af mér einhvern tímann og hún bara gat ekki komið á sig og fannst það bara óþægileg. Þangað til hún sá hérna vídeó af held ég gælunni sem að framleiðir Socialize, Carissa, að hún klippti þau í þrennt og svo raðaði þeim þannig á sig sem er mjög sniðugt af því að þetta þétta band getur verið svo erfitt að eiga við. Allavega, tökum þetta af og við tökum í þennan enda og við erum ekki að rífa nein augnhárin okkar af því að við erum að líma þetta á húðina, ekki á augnhárin okkar sjálf. Og ég geri það sama við þessi. Ég er búin að klippa, ég þurfti að klippa aðeins á þessum enda. Ég held hérna og ég set límið á af því að þetta band á augnhárunum er stífara að þá getur verið erfiðar að setja það á og ég finn það alveg með Siren og ég fann það bara, já ok, það er kannski ekki allir eftir að meika að setja þessi á sig af því að þau eru ekki svona létt og sveigjanleg. En ég er bara alltaf að fikta eitthvað svona í þeim, gera það aðeins mýkri svo maður ráði kannski betur við þau. Og ég set þau á miðjuna og svo bara þarf ég að laga þau til á endunum. Og maður sér einmitt oft með þessu þykku bönd þá kannski fara þau ekki alveg jafn nálægt manns eigin af því að glæra bandið getur farið svo nálægt manns eigin augnhárum. Þá kristi ég bara hann saman og íti þeim nær. Come in like a plane, not a helicopter. Ok. Það sagði hún heitir Astrid. Svo sem kendi mér það. Góð regla maður. Svona. Þessu er náttúrulega töluvert dramatískari. Þau eru leiðin aftur, þau eru uppseld. Ravishing og Glamorous eru uppseld. Og Playing Coy, en þau eru öll að koma aftur. Og tvenn. Ég man það ekki alveg. Ein eða tvenni. Kannski þrenn, ég man það ekki. Ég man það ekki, ég er ekki með nótunum fyrir frá mig. Þannig að þau bara, ég postaði á Facebook við fyrsta tækifæri.
Þið munið að followa mig allstaðar svo að þið missið ekki á neinu. Það er Haustfjörð Makeup á Facebook, Heiðdís Austfjörð á Insta. Ég nenni ekki að búa til haustfjörð.is account af því að ég nenni ekki að vera að skrá mig alltaf inn og út. Þannig að þið sjáu bara bæði make-up og svo hvað ég er astnaleg í lífinu. Og svo Snapchat er það haustfjörð.is. Þá sjáu þið alltaf þegar koma nýja vörur. Svona. Þá erum við búin að tala eins hérna þykkri böndin og það er sérstaklega, það er náttúrulega miklu auðveldara eiga við þegar þið eru með dökkaförðin. Þá er ennþá minna mál að koma eins og nálægt. Þessi eru sjúklega flott. Svo ætla ég að setja neðri augnhár á mig, sýningu hvernig ég geri það. Þessi eru Wallflower og ég er búin að klippa þau til, en þau sérst eru svona og ég klippti eitt hlekk hérna, þá er ég bara búin að mæla og þau voru aðeins og löng þannig ég klippti eitt svona af. Eins með límið og við setjum þau undir okkar augnhár, ekki hérna ofan á, þá bara fer þetta eitthvað vesen. Þannig við setjum undir okkar, alveg uppið, í miðjuna og svo lögum við til á endunum. Svo ýti ég þeim alltaf svona. Og ég nota þessi neðri augnhár alltaf með særena, því að særen eru líka svona spiky eins og þessi og mér finnst svo að bara einhvern veginn þegar maður er með dramatíska augnförðun og mikið augnhárum, það bara, mér finnst það bara alltaf virka. Svona, þetta er svolítið gaman. Svo sá ég eins og ég gerði það, ég tek alltaf í þennan enda á augnhárunum og rúlla þeim af og það á ekki að vera neitt málun á þeim af og þau ekki að vera fest við ykkar augnhár og svo getið þið bara sett augnhárin á, ég seti bara á tissue, tek eyrnapinna og set hreinsivökva í og nudda sérst bandið. Það sem að til þess að losna við eyeliner og maskara og lím, sem sagt, og augnskugga og glimmer og allt. Og svo setjum ég bara aftur í boxið og þá bara getið þið notað það aftur og aftur. Ég var svo glöð, ég sá eitthvað komment frá einni dúllu daginn sem sagðist að nota sín augnhár 15 sinnum og við erum ekkert að grínast, það er bara allt í góðu og það er bara ef þið hugsið vel þau að þá getið þið notað það aftur og aftur. Ég er að festast saman að því að líf mér ekki þarna. Birnamag.com, hún setti líka að gerði vídeo daginn þar sem hún sýnir bara hvernig hún þrífur augnhárinu svona. Endilega kíkja á það, hún er með það einhvers staðar á YouTube. Heyrðu. Ég vona að ég hef náð að útskýra nógu vel eina ferðina enn hvernig eitthvað virkar af því að ég er lélegur útskýrari. Ég ætla að bæta einu við að það er þeir eru búin að setja á ykkur augnhárin, sérstaklega með glærabandinu, að setja eyeliner yfir. Þið getið lita bandið áður en setja það á, ég gleymi því alltaf, þannig að leið og ég setja það á, að þá bara leyfi ég líminu á þarna og það stundum glansar svona eða maður sér það stundum þó að það sé glært, þannig þá er bara fínt að setja eyeliner aftur yfir bandið og fela það. Nú ætla ég að fara að hitta hana Erlu mína og ég held að ég fari ekki svona. Þannig ég ætla að taka þetta að mér. Takk fyrir að horfa og ef þetta skilaði ekki nógu nægum og góðum upplýsingum þá kvartið segið mér og ég reyni að gera betur. Og þið bara eru frábær.